Ekki að loka, Vili, nennir að loka hana, ekki, kennast klukkan heila orðin. Allt klárt hana í upptökunni? Má ég byrja? Ok. Heyrðu, já, góðan daginn og velkomin á þennan uppgjörsfund Kviku fyrir annan ársfjórðung. Þetta verður svona hefðbundin dagskrá hjá okkur. Ég ætla aðeins að byrja að fara yfir stóru myndina og hvað bara helst á fjórðungnum. Eiríkur ætlar að svo koma inn og fara yfir reikningana og tölunar í meiri smáatriðum og svo kem ég hérna upp á eftir og aðeins tala um það sem er framundan í kannski eins og við sjáum það í rekstrinum og yfirstandandi samrunaviðræðum. En ég byrja á tala eins hennar fjórðung og held ég að mér sé óvægt að segja að þetta hefði nú verið viðburðaríkasti fjórðungur í sögu bankans. Við sáum held ég megi segja, stærsta útboð sem eða vorum umsjónaraðili að stærsta útboði sem við höfum nokkuð tíðan gert sem var sala ríkisins á hlutnum í Íslandsbanka. Við hófum markaðssetningu á húsnæðislánum undir vörumerki Auðar. Við fórum í langstærsta skuldabréfaútboð sem við höfum farið í og það fyrsta í Evrópu og síðan endaði þetta nú með því svo erum við komin í samrunaviðræður við Arion sem ég ætla að fjalla aðeins betur hérna á eftir. En þetta var líka arðsamasti fjórðungurinn í sögu bankans. Hagnaði fyrir skatt af 2025 milljónir sem nemur 18,5% arðsemi á eigið fé og þetta var vöxtur í hagnaðum rúmlega 70% milli ára. Og þetta má einhver rekja til mikils vaxtar í vaxtatekjum og í þóknanatekjum á meðan að okkur hefur tekist ágætlega að halda kostnaðarhækkunum í lágmarki. Lausafjárstaða og eiginfjárstaða bankans er gríðarlega sterk þessar mundir. Eiginfjárhlutfallið er 23,3% og væri talsvert herra ef Alþingi hefði samþykkt og innleitt svokallaða CRR3 löggjöf sem hefur mjög jákvæð áhrif á eiginfjárhlutfallið hjá bankanum en það svona tapaðist í málþófi. Og svo eins og ég nefndi áðan var einn af stóru það sem er í gangi núna og fer auðvitað smá tími í, það eru samrunaviðræður við Arion sem að ég fer aðeins betur yfir á eftir. Nú ef ég tala aðeins tekjusviðin okkar þá bara almennt séð voru öll að ganga mjög vel. Það var mjög góður gangur á viðskiptabankasviði og þar bara auðvitað hæst innreið Auðar á húsnæðislánamarkaðinn og viðtökurnar voru frábærar. Við í raun og veru fengum umsóknir á fyrstu vikunum sem voru langt umfram okkar væntingar sem var frábært. Þetta hefur síðan aðeins eftir að við breyttum verðlagningu og þá er þetta orðið meiri svona, hvað ég má segja, eðlilegur stígandi í þessu en þetta hefur bara gengið frábærlega. Við sjáum reyndar meiri áhrif á tölunar í næsta fjórðungi vegna þess að það voru heldur komnar búið að samþykkja eitthvað 18 milljarða umsóknum í lok fjórðungsins en það var bara búið að afgreiða 5 milljarða af því að þetta tekur smá tíma að koma þessu í gegnum sýslumann, þinglýsingar og svoleiðis. En þetta var samt 5 milljarðar á fjórðungnum og þetta hafði kannski mest áhrif á það að lánabókin á viðskiptabankasviði óx 7% á milli fjórðunga og við, eins og ég segi, við höfum eftir að sjá meiri áhrif af þessu á næsta fjórðungi. Við erum rosalega spennt fyrir húsnæðislánum. Arðsemin af þessu er prýðileg en þetta eru lán sem að binda mjög lítið eigið fé eins og kannski flesti vita þá erum við bara að lána á veðhlutföllum sem eru undir 55% þannig að þó við séum klálega með minnsta húsnæðislánasafnið af bönkunum þá erum við, held ég með að segja með örugglega það best tryggða og þetta gerir það verkum að þau binda mjög lítið eigið fé
og þess vegna eru töluna sem að koma út úr þessu þó arðsemin sé góð ekkert risastórar. Hins vegar þetta gríðarlega mikilvægt fyrir okkur sem hluti af blönduðu útlánasafni og bara stór partur í okkar vaxtaráformum sem ganga út á það að stækka lánabókina umtalsvert og nýta sterka eiginfjárstöðu og lausafjárstöðu á næstu misserum. Þetta eru lán sem eru með mjög nánast hverfandi vanefndarhlutföll og þetta gerir okkur í raun og veru kleift að vaxa meira á öðrum sviðum þar sem arðsemin hærri. Þannig að þetta var mjög stór áfangi hjá okkur. Nú fjárfestingarbankasviðið átti framúrskarandi fjórðung og voru mjög miklar þóknanatekjur þar og þar vó mjög þungt einstaklega vel heppnað útboð á hlut ríkisins í Íslandsbanka. Þar sem að ég held mér sé ótt að segja að Kvika hafi svona spilað stærsta hlutverkið. Við vorum einn af 3 umsjónaraðilum útboðsins ásamt City og Barclays. Við vorum líka söluaðilar og svo vegna þess að þetta endaði auðvitað með því eins og allir vita að það voru íslenskir einstaklingar sem að keyptu allt útboðið. Þá var allt útboðið keyrt hér í gegnum Kviku. Ég held að það hefur alla verið það svið eða svo deild sem að kom ekki á einhvern hátt að þessu útboði og bakvinnslan okkar vann þrekvirki í að keyra þetta útboð þannig að það var bara hreinlega hnökralaust held ég að megi segja og það sama má segja söluna. Með þetta hefur verið brokkgeng saga varðandi sölu á hlut ríkisins í gegnum tíðina en já, við getum ekki betur síða heldur en að þetta hafi verið einstaklega vel að þessu staðið og við erum mjög stolt af því. Nú vaxtatekjur voru einnig mjög miklar á fjárfestingarbankasviðinu í fyrirtækjalánunum og það hefur gengið mjög vel að stækka fyrirtækjalánabókina á fyrrihluta ársins og það ekki síður ánægjulegt að sjá að verkefnastaðan er líka mjög góð í lok fjórðungsins. Eignastýringin fjórðungurinn þar var prýðilegur þrátt fyrir að það áframhaldandi bágt ástand á verðbréfamörkuðum og það allir náttúrulega orðnir frekar langir eftir að það færi nú eitthvað að hressast og það koma stundum einhverjir kippir í þetta en annars þetta búið að vera talsverð ládeyða sem auðvitað hefur áhrif á sviðins og eignastýringuna en við vorum samt að sjá eignastýringu aukast 11 milljarða á fjórðungnum og það skiptir mestu máli að við lokuðum veðskuldabréfasjóðnum ACF 5 og þar hefur jafnframt gengið mjög vel að fjárfesta peningunum og stefnir í að hafist verið handa við að safna í nýja sjóð bara fljótlega síðar á árinu. Það heldur líka áfram að ganga mjög vel í Bretlandi og afkoma þar var mjög góð í fjórðungnum. Það hefur bæði gengið vel að auka tekjur og sama tíma hefur verið haldið aftur af kostnaði sem skilar sér í auknum rekstrarhagnaði. Vöxtur lánabókarinnar þar á fyrri helmingi ársins var samt hóvar, það var bara frekar flatur á ýmsum ástæðum en lánapípan hefur hins vegar aldrei verið stærri og við höfum von á talsverðum vexti á síðari helmingi ársins þar. Svo hefur gengið mjög vel að finna áhugaverð verkefni fyrir Hörpusjóðinn og tilur sjóðsins þó hann sé ekki risastór hefur gjörbreytt starfsemin út í Bretlandi. Það miklu meiri umfanga verkefnum sem hefur verið að skoða sem auðvitað flest tengjast sjóðnum en í mörgum tilvikum þetta líka fjárfestingar sem eru það stórar að við munum fá verkefni við að sækja fjármagn frá öðrum aðilum heldur en sjóðin og við eigum vonað að verði svona stigvaxandi vöxtur í þóknunum í tengslum við það á næstu misserum líka. Nú, ég ætlaði þá að láta þetta gott í bili og biðja Eiríkum að koma hérna og taka við kyndlinum. Já. Ég ætla að renna hérna aðeins yfir uppgjör fyrsta ársfjórðungs, byrja á því. Við sjáum hérna það helstu atriði að reyna vaxtatekjur. Það eru hérna tæplega 3 milljarðar, 2.962 milljónir og er að aukast um 534 milljónir á milli ára eða 22%. Þannig að þetta er náttúrulega alveg gríðarlega jákvætt. Vaxtamunur 4% af fjórðungnum, samanborið við 3,8% á sama tímabili fyrra. Þóknanatekjur, það eru 1935 milljónir, aukast um 584 milljónir á milli ára og hérna sem er 43% hækkun og það kannski það sem helst þar að tekjur af verðbréfamiðlun og ráðgjöf aukast. Aðrar tekjur aukast minna á milli ára. Hreinar ekstratekjur, það eru 5.128 milljónir,
og sem aukningu upp á 28% á milli ára. Rekstra kostnaður, hann rétt tæplega 3 milljarðar, hækkar úr 2,7 milljörðum, rétt tæplega 250 milljónir milli ára. Launakostnaður, hann stendur í stað á milli ára, en annar rekstrarkostnaður hækkar aðeins. Og ég kannski fer betur yfir það á eftir. Hagnaður fyrir skatta 2.025 milljónir og samanborið við 1.189 milljónir á sama tímabili í fyrra, sem 70% hækkun á milli ára. Það er gríðarlega sterkt. Hagnaður eftir skatta af áframhaldandi starfsemi þá 1.439 milljónir, samanborið við 777 milljónir í fyrra. Og hagnaður samstæðinar líka 1.439 milljónir, nú náttúrulega TM alveg farið út, samanborið við 1.256 milljónir á sama tímabili í fyrra þegar TM var inni. Ef við skoðum 6 mánaða uppgjörið, bara renna hratt yfir það, þá sjá að vaxtatekjurnar eru tæplega 5,9 milljarðar, samanborið við 4,8 milljarðar á sama tímabili fyrra, og sem 24% aukning á milli ára. Þóknanir vaxa líka talsvert á milli ára, 470 milljónir, sem 16% aukning. Aðrar rekstrartekjur lækka lítilega, en í heildina þá hreinar rekstrartekjur að aukast 19% á milli ára. Það 9,6 milljarðar samanborið við 8 milljarðar árið áður. Rekstrarkostnaður, hann tæplega 6,1 milljarðar, samanborið 5,4 milljarðar á sama tímabili 2024. En það er kannski rétt að geta þess á fyrsta ársfjórðungi þessa árs féllu til rúmlega 200 milljónir króna, sem cirka 4% af kostnaði í tengslum við brotthvarf TM úr samstæðinni. Og svo var líka á fyrsta ársfjórðungi þá var endurmat á skilyrtri skuld aðalega vegna kaupa á eftirstæðum hlut stjórnenda í Ortus upp á tæplega 600 milljónir. Hagnaður fyrir skatta 2,7 milljarðar samanborið við 2,4 milljarðar á sama tímabili fyrra. Hagnaður samstæðinar í heild eftir fyrir skatta 625 milljónir samanborið við 1764 milljónir á sama tímabili áraður. Það kannski rétt að geta þess að þetta virka skatthlutfall, það kringum rúmlega 30% og þar spilar náttúrulega inn í samsetning á tekjunum, en til dæmis afkoma hlutabréfum sem haldið sem hluta af vörn í framleiðslusamningum hefur hér áhrif á og samsetning almennt tekna hefur áhrif. Hagnaður eftir skatta 3,5 milljarðar, 3.525 milljónir. Það náttúrulega kom inn hagnaður af sölun á TM á fyrsta ársfjórðungi, samanborið við 2,3 milljarðar á sama tímabili fyrra. Og arðsemi efnislegs eiginfjár áframhaldandi starfsemi leiðrétt fyrir þessum umskiptisliðum á fyrsta ársfjórðungi 17,7% á fyrsta ársreikningi. Hreinar vaxtatekjur, hreinar vaxtatekjur að aukast úr 5,4 milljörðum í 2,9 milljarðar. Vaxtamunurinn, hann 4% ársfjórðungnum, eykst á milli ára, lækkar aðeins á milli fjórðunga, en lausafjárstaða var óvenju há á fyrsta ársfjórðungi vegna sölunar á TM og áður en til arðgreiðslu kom. En ef það kem ekki til þá væri hann nokkuð stöður á milli ársfjórðunga. Og það er vöxtur í vaxtatekjum á öllum sviðum á milli ára og milli fjórðunga, frátalin fjárstýring þar sem að vaxtatekjur vegna lausafjár koma fram. Þannig að þetta bara gríðarlega sterkt. Hreinar þóknanatekjur 935 milljónir samanborið við 1351 milljón sama tímabili fyrra. Mesti munurinn kemur hérna fram í verðbréfamiðlun og í ráðgjöf og þar spilar náttúrulega stórt hlutverk útboð að við vorum umsjónaraðili á sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka og það kannski stærsti þátturinn. Tekjur af stóðsviðum, þóknanatekjur stóðsviðum 140 milljónir og það kannski skýrist aðalega því að TM farið úr samstæðinni en þeir voru áfram og keyptu á okkur þjónustu á öðrum ársfjórðungi. Þannig að það kannski skýrir þá tölu.
en aðrar þóknanatekjur breytast minna á milli ára. Aðrar rekstrartekjur voru 231 miljón, samanborið 217 milljónir. Fjárfestingartekjur aukast á milli ára 67 milljónir, en á móti kemur að aðrar rekstrartekjur eru að lækka á milli ára 49 milljónir. Þannig að þetta er svona tiltölulega óbreytt á milli ára. Rekstrarkostnaður, já, hann er rétt tæplega 3 milljarðar, samanborið við 2,7 milljarðar sama tímabili fyrra. Launakostnaður, hann er nærri því óbreyttur á milli ára, en annar rekstrarkostnaður, hann hækkar hérna um 248 milljónir á milli ára. Og það skýrist aðalega því að stórum hluta því að það er ákveðin kostnaður sem að TM hefur tekið þátt í sem að hvarf út á fjórðungnum. Þannig að það er svona hluta þeirri skýringu. Sameiginlegu kostnaður í UT og eitthvað varðandi húsnæði og annað slíkt. Kostnaðarhlutfallið er 60%, þetta er kostnaðarhlutfall sem hlutfall af kjarnatekjum, með því lægra sem það hefur verið. Nú og ef við förum aðeins yfir efnahagsreikninginn, þá er sjáum við hérna samsetning eigna er talsvert að breytast. Stærð efnahags er svona cirka bát svo sami og hann var fyrir ára síðan, en náttúrulega í millitíðinni hefur það gerst að við höfum selt heilt tryggingafélag og greitt 23 milljarða út í arð og verið í endurkaupum. En á sama tíma sjáum við að lán til viðskiptavina er að aukast og aðrar eignir sömuleiðis að aukast. En eignir haldið sölur eru náttúrulega farnar út. Og ef við skoðum hérna lán til viðskiptavina, það sjá að þau eru að aukast á milli fjórðunga 11,5 milljarð og sko kannski stærsta einstaka breytingin það er að það var byrjað að veita íbúðalán í lok maí og þó að umsóknir íbúðalán hafi verið 18 milljarðar á fjórðungnum, að þá voru afgreiddir 3 og svo áttu við reynda 2 milljarðar af íbúðalánum áður, þannig að heildarmagn íbúðalána er 5 milljarðar og er kannski stærsti einstaki þátturinn í breyting á milli fjórðunga. Aðrir önnur lánasöfni er að breytast minna. Það er smá breyting hérna í verðbréfalánum, en það er kannski ný vara sem að byrja bjóða upp á og sem kemur að einhverju leyti í samhliða eða í staðinn fyrir framvirka samninga. En annars eru minni breytingar á milli fjórðunga. Hérna. Skuldahlið efnahagsreikningsins og það sem kannski er markverðast hér er að kannski á milli fjórðunga er að náttúrulega það er aukning í innlánum og svo er náttúrulega aukning í skuldabrútgáfa hérna og þar kemur inn þessi evruútgáfa sem Ármann kom inn á áðan. Innlán sem hlutfall af heildar efnahag eru 50% eða 49,9%. Og svo eru rétt rúmlega 20% sem eru í annarri lántöku og 18% er fjármagn með eigið fé. Þannig að þetta er gríðarlega sterkur efnahagur. Eignagæði, það er sjálfsagt litlar hreyfingar hérna á milli fjórðunga. Lánastigið 3 sem hlutfall af útlánum er að lækka, en efnahagurinn náttúrulega útlán náttúrulega er að hækka en það er sjálfsagt enga breytingar hérna á milli fjórðunga sem heiti getur. Virðisrýrnunarsjóður sem hlutfall af heildarlánum, hann er að lækka 0,1% úr 1,4 í 1,3 og já, þannig að þetta er bara nokkuð stöðugt hvað var að eignagæði og sjálfsagt engar stóra breytingar á milli fjórðunga eða á árinu hvað þetta varðar. Innlán. Innlán aukast í heildina 12 milljarða. Innlán einstaklinga minnka aðeins á milli fjórðunga og ástæða þess er að það fór talsvert út af innlánum í kringum útboð á Íslandsbanka og það er náttúrulega ríkið sem er seljandi og þannig að það er náttúrulega fóru bara innlán úr kerfinu í það heila og þess að skýrir þessa minnkun hérna en þetta hefur farið hratt vaxandi aftur og við erum næstu komin í sömu stærð og vorum í lok fyrsta ársfjórðungs. Innlán frá aðilum á
í fjármálastarfsemi jukust aðeins á móti. Það er náttúrulega kannski helstu lausafjársjóður og annað slíkt sem að koma þar inn í. Og innláns hlutfall á útlánum lækkar lítil á milli fjórðunga en er nokkuð stöðugt kringum 95% og hefur verið á bilinu 90–95% á undanförnum fjórðungum. Lánsfjármögnun, hún jókst á fjórðungnum og það er aðalega tilkomið að því að við fórum í velhæfna skuldabréfaútgáfu í evrum í lok maí og sem settlaðist í byrjun júní og það voru 200 milljónir evra. Eftirspurn eftir skuldabréfunum var 350 milljónir evra og þannig að þetta var vel mikil talsverð umfram eftirspurn eftir bréfunum. Það voru 25 fjárfestar sem tóku þátt í útgáfunni og það voru allt meira minna nýjir fjárfestar. Þannig að þetta er gríðarlega gott skref fyrir okkur að komast inn á þennan markað og verða, hvað við segja, taka fyrstu skref inn á evrumarkaðinn og verða svona þekktur útgefandi þar. Við erum náttúrulega með svo, þannig að þetta hafa gríðarlega vel hefna og þetta gerir okkur náttúrulega kleift líka að framkvæma okkar viðskiptaplön, meðal annars hvað varðar vöxt í Bretlandi og annað slíkt. Og svo náttúrulega var þetta líka nota til þess að endurgreiða aðrar skuldir sem að voru á talsvert óhagstæðari kjörum. Þannig að þetta var gríðarlega gott skref fyrir okkur. Lánshæfi, við erum með BAA2 lánshæfi frá Moody's sem er náttúrulega bara sterkt lánshæfi í fjárfestingaflokki. Það var staðfest 10. júní. Þannig að við erum á góðum stað hvað það varðar og við erum, þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur og við erum svona kommitið á að halda lánshæfinu sterkur. Lausafjárstaða, lausafjár hlutfallið er gríðarlega hátt, 910%. Þar kemur til að skuldabréfaútgáfan sem við fórum í fjármagnið kom inn í júní, endurgreiðsla á eldri skuldum fór ekki fram fyrr en í júlí að hluta til og svo náttúrulega voru íbúðalán og annað slíkt sem var búið að lofa, þau voru kannski ekki ennþá farin út þannig að það telur ekki heldur inn í þetta hlutfall. Hlutfall er í dag gríðarlega sterkt en það er ekki 910% og væntanlega verður eitthvað aðeins lægra á svona komandi misserum en þetta er áfram gríðarlega sterkt og stór hluti af svona fjárhagslegum styrk bankans. Eiginfjárhlutfall, það er líka gríðarlega sterkt, 23,3% KAR-hlutfall, heildar eiginfjárhlutfall og 20,5% eiginfjárhlutfall þáttar eins. Kröfur eftirlitsaðila eru 17,9%, þannig að við erum 5,4% yfir þeim mörkum. CRR-reglugerðin sem að CRR3-reglugerð, það stendur til að hún átti nú að koma í gildi á þessum ársfjórðungi en það var aðeins töf á því í meðförum Alþingis en okkar mat er að hún muni leiða til þess að áhættu vegna reiknið muni lækka 14% sem þýðir að öðru jöfnu að þessi eiginfjárhlutfall hækki um 3,8%, eitthvað slíkt. Þannig að þetta er alveg þannig að eiginfjárhlutföllin eru sterk og hort fram að við þá eru þau væntanlega sterkari ef eitthvað er. Kannski annað í þessu er að við vorum í endurkaupum og vorum með 5 milljarða endurkaupaáætlun, þess að heildin upp á 5 milljarða. Þegar viðræðurnar fóru á stað við Arion banka að þá vorum við búið með 3,9 milljarða þannig að við eigum og það var ákveðið að bíða, gera hlé á endurkaupum þannig að við eigum ennþá 1,1 milljarð inni af núverandi endurkaupaáætlun og það er dregið frá að fullu frá eiginfénu þannig að sem er svona cirka bát 0,2% eða 0,5% í viðbót við þessi hlutfall. Okkar fjárhagslegu markmið, þá sjáum við að við erum með markmið það
arðsemi efnislegs eiginfjár fyrir skatta sé yfir 20%. Á ársfjórðungnum var þetta 18,5%. Þannig að við erum að nálgast þetta markmið. Vantar aðeins herslumuninn upp á. Eiginfjárhlutföll, þar viljum við vera 2-4% yfir mörkum eftirlitsaðila. Við erum í dag 5,4% yfir. Við stefnum að því að færast nær þessum mörkum eftir því sem að líður á árið og svona næstu misserum. Lánabókin hjá okkur að vaxa. Við höfum plönum það og hún haldi áfram að vaxa. Þannig að það ætti að keyra okkur inn í þessi 24% viðmið. Og svo náttúrulega eru áframhaldandi arðgreiðslur og endurkaup eftir því sem við á. Og það kemur kannski inn í arðgreiðslu hlutfalli sem 25%. Við greiddum 25% hagnaði síðasta árs út á aðalfundi, en svo því til viðbótar kom sérstök arðgreiðsla vegna TM. Þannig að við erum í heildina búin að greiða 23 milljarða út í arð og svo tæplega 4 milljarða í endurkaup á árinu. En já, nú ætla ég í loki mínu máli og nú ætla kannski að Ármann að fara yfir það sem framundan. Takk fyrir. Já, og ef við horfum aðeins fram á veginn þá held ég að með segja að horfunar í rekstri bankans eru bara mjög bjartar og við erum auðvitað mjög einbeitt í að keyra reksturinn áfram og í samræmi við okkar markmið þó að þrátt fyrir yfirstandandi samruna viðræður. Ég bara leggja áherslu á að við erum að ná þessum rekstrarárangri á þessum síðasta fjórðungi á sama tíma og við búum við gríðarlega mikið umfram eigið fé og lausafjárstöðu í bæði krónum og erlendu gjaldeyri og það verður svona dálítið markmið á næstu mánuðum að nýta þessa sterka stöðu, nýta eigið fé betur, nýta lausafjárstöðuna og umbreyta því í tekjur með því að stækka útlánasafn bankans á bakinu á þessari sterku stöðu og á sama tíma halda aftur af kostnaðarhækkunum og ég held að við sjáum rosalega vel og það kannski séðan á myndunum að þó við séum að vaxa mjög mikið þá okkur að takast mjög vel að halda í horfunu hvað varðar kostnað og starfsmannafjölda og þetta maður sér bara að þetta alveg að virka svona þetta sem við höfum lagt fram að reyna að stækka auka tekjurnar og stækka lánabækurnar á þess að vera að auka mikið í kostnaðinn og vonandi heldur það bara áfram sem á að skila sér í aukinni arðsemi og það kannski vekur einmitt bjartsýni á að okkur takist þetta í samræmi með það sem við höfum sagt að verkefnastaðan á öllum lánasjóðunum hefur sjaldan verið betri held ég megi segja og þess vegna erum við bara mjög bjartsýn á þessar áætlun gangi eftir og við séum að fara að sjá góða tíma framundan. Við erum jafnframt að leggja áherslu á þóknanamyndun og við höfum svona verið að sjá ákveðin viðsnúning í fyrirtækjaráðgjöfinni þar sem hefur verið að ganga mjög vel, mikið af stórum verkefnum að klárast og ég held að bara sú deild hefur elst mjög mikið á undanförnum misserum og svo erum við líka að sjá aðeins meiri umsvif í Bretlandi sem við gerum ráð fyrir að muni skila sér í aukinni þóknanamyndun en síðan erum við auðvitað aðeins í eignastýringun og í markaðsviðskiptum og þá erum við auðvitað dálítið mikið háð hvernig markaðinir hérna heima eru sem hafa því miður verið frekar dabrir en maður heldur alltaf í vona að það fara að breytast. Svo langaði mig að nefna að það margt áhugavert að gerast hjá okkur á fjármögnunarsviðinu, ef svo má segja, sem að við sjáum fyrir okkur að muni skapa verðmæti fyrir bankan og hluthafa. Í fyrsta lagi þá vinna langt komin við að setja upp ramma fyrir sértryggðu skuldabréfin og nýta íbúðalánin sem við höfum verið að veita á undanförnu og við erum að vonast til þess að gefa út fyrstu sértryggðu skuldabréfin fyrir árslok, hvort sem það í krónum eða erlendu. Það hafin undirbúningsvinna eða erum við farin að skoða að gefa út AT1 eiginfjárskuldabréf sem gefur okkur þá þegar við förum í það gefur okkur færi á að annarkvort auka útlánavöxt á bakinu því eða þá að geta greitt meira út til hluthafa og skipt í raun og veru hlutafé út fyrir þessi eiginfjárbréf sem að bera lægri vexti heldur en ávöxtunarkrafan sem við setjum á hlutabréf. Þannig að það ætti að búa til verðmæti og eins og Eiríkur nefndi áðan þá gerum við ráð fyrir að losa mikið eigið fé fyrir bankan þegar CRR3 löggjöfin rennur loks í
gegn sem aftur gefur okkur tækifæri til þess að annarkvort auka vöxtinn enn frekar eða þá að greiða meira út til hluthafa. Nú það er því full ástæða held ég fyrir okkur að vera spennt fyrir framtíðinni og rekstrinum hjá okkur almennt, en það er líka þannig að við erum mjög spennt fyrir samrunann við Arion og það er verið að vinna í honum af fullum krafti og það eru auðvitað fjölmörg tækifæri sem að verða til og leysast úr læðingi við að renna saman þessum tveimur sterku fyrirtækjum. Við sjáum mikil tækifæri þegar að þessu verður út í Bretlandi og auðvitað verður miklu arðsamari rekstur og hagkvæmari ef af verður. Og við erum, og það hefur bara farið vel að stað samstarfið við Arion banka. Það sem að náttúrulega flýtir dálítið fyrir okkur er þessi staða sem kom upp, það sem að bæði Íslandsbanki og Arion ósku eftir samrunaviðræðum, þannig að við gátum, nýtt okkur það til þess að í raun og veru klára þessar viðræður sem oft taka mjög langan tíma hver skiptahlutföllin eigi að vera. Og það er bara eitthvað sem að hefði annars í einhverjum hefðbundnum samrunaviðræðum það getur tekið mjög langan tíma, en það er búið að útkljá það í raun og veru og ég held að megi segja að þessi prósess þar sem við vorum að vinna með Íslandsbanka og Arion hafi gengið frábærlega vel frá okkur séð og ég myndi líka vel að segja bara að samskiptin við báða bankana voru mjög góð og við sáum alveg góð tækifæri líka í samruna við Íslandsbanka, en niðurstaða stjórnarna hún var einhuga það og að Arion væri frábær kostur til langs tíma og geti skapað mestu verðmæti fyrir okkar hluthafa og viðskiptavini. Við erum að gera ráð fyrir að ferlið í heild taki hátt í 1 ár, en við erum samt að reyna að setja þetta þannig upp að að það verði svona mikilvæg vörður á leiðinni og við fáum betri mynd á hlutina á næstu mánuðum. Og þá er það kannski þessir fyrstu 2 atriði sem við erum að fókusera á núna eru áreiðanleika kannanir sem við gerum ráð fyrir að taki nokkra vikur, en kannski ekki síður forviðræður sem við erum óska eftir við samkeppniseftirlitið, sem við erum að vonast til þess að klári fyrir jól og að þá muni þegar niðurstaðan í þeim liggur fyrir að þá muni línuna skýrast þó að endalegu samruni myndi ekki tæki eitthvað tíma til þess að klára hann endalega og formlega. En við erum aðeins að renna blint í sjóum með þetta. Það er ekkert rosaleg reynsla á forviðræður og hvað taka langa tíma og þessi samruni náttúrulega bæði stór og ég veit ekki hvort maður að segja flókin, en hann er stór og eitthvað sem að Samkeppniseftirlitið mun skoða vel, en vonandi getum við komið með einhverja fréttir svona áður en árið er liðið hvernig staðan á þessu er. En ég held að þetta sé það síðasta, nema fólk vilja í reysi disclaimerinn og en við vildum bara bjóða okkur upp á að spyrja spurninga ef einhver eru og við Eiríkur erum hérna til taks. Við erum líka með reyndar í salnum hann Richard Beanstalk sem er yfir bresku starfsemin okkar. Ef einhver vill spyrja eitthvað Bretland þá er sjálfsagt að hann svari. I was offering you, Richard, to answer any questions about the UK if they have any. So be prepared. Já, gjör svo vel. Já, hvernig breytti starfsmannafjöldin þegar TM upp úr samstæðinu? Sýndist það eitthvað mikið breytast á milli fjórðunga? Já, það er vegna. Já, spurningi var hver var breytingin á starfsmannafjölda við það að TM færi út, af því á myndinni áðan þá virtist ekki vera mikil breyting á starfsmannafjölda, en breytingin var mjög mikil. Ég held að það hefði verið eitthvað rúmlega 100 manns sem voru í TM sem fóru út úr samstæðinni. Hins vegar eru töluna sem við erum að birta til þess að það séu samanburðarhæfar. Það er í raun og veru bara starfsmannafjöldi Kviku eða bankastarfsemina, þannig að TM starfsmannafjöldin er undanskilin.
Við erum líka með nokkra spurningar af, af netinu og hér eru 3 frá honum Alexandri Akkur. Fyrsta spurningin getið þið útskýrt hvað bak við þóknanatekjur af stóðsviðum og af hverju svona mikla sveiflur eru þar á milli fjórðunga? Já, ég kannski aðeins komið inn á þetta áðan að það er spurt sem að þóknanatekjur af stóðsviðum, hvað skýrir þær og skýrir sveiflunar á milli ársfjórðunga. Það er að við fáum inn þóknanatekjur af stóðsviðum núna í þessum fjórðungi og það er tilkomið vegna þess að TM sem var farið út í samstæðinni á fyrsta fjórðungi var hér að kaupa á okkur þjónustu áfram á öðrum ársfjórðungi og þannig að það skýrir þóknanatekjurnar á öðrum fjórðungi og svo á fyrsta fjórðungi þá greiddu stóðsvið fyrir þóknanir vegna sölunar á TM sem voru innanhúsfærslur og þá var það í mínus á þeim fjórðungi þannig að það kannski skýrir sveiflunar. Það var greitt innanhús til fyrirtækjaráðgjafar. En þessar þóknanatekjur sem koma frá TM eru munum náttúrulega bara hverfa á næstunni. Á þriðja fjórðungi. Önnur spurning hefur bankinn skoðað og lagt mat á hversu mikil áhrif breytinga CRR3 innleiðingunni varðandi framkvæmdalán hefur á áhættugrunn bankans? Já. Eins og ég skil þessa spurningu þá þarna átt við innleiðingum á tæknistöðunum frá Evrópu sem var að framkvæmdalán og hvort að það eigi að nota 35% eiginfjárframlag eða 25%. Okkar mat að þetta hafi ekki stórkostlega áhrif á eiginfjár, mat okkar á eiginfjárgrunni með það sem komið fram. Og eini viðbót hvort og hvenar má vænta þess að fjárhagsleg markmið verði endurskoðuð eins og boðað var í kjölfar sölu á TM. Verður beðið með það í ljósi samrunaviðræðna? Já, það er spurt fjárhagsleg markmið og hvort það standi til að endurskoða þau eins og kannski rætt á fjárfestadegi í nóvember. Þetta er eitthvað sem við höfum haft í skoðunar en ég held í ljósi þess að við erum í samrunaviðræðna þá erum við ekki að fara að breyta eða gera mikla breytingar á fjárhagsmælikvörðum allan eins og staðan er. Já, við erum ekki með fleiri spurningar á netinu. Er eitthvað fleiri úr sal, einhver sem vil bæta við? Ok, ef ekki þá bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma. Takk fyrir.